komið sæl, hann sestur hjá mér Jón Þór Sturluson, hann settur forstjóri fjármálaeftirlitsins. Við ætlum að tala lífeyrissjóðina og stærð þeirra á íslensku markaði. Velkomin Jón Þór, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Við vorum saman á fundi í vikunni og ætlum að ræða hvort að lífeyrissjóðirnir væru orðnir og stórir fyrir íslenskan fjármálamarkað. Byrjum bara á því, er þetta að svara þeirri spurningum að já eða nei? Já, spurningi var, eru þeir að verða of stórir? Sumir segja að þeir séu þegar orðnir of stórir. En ég vildi kannski snúa spurningunni við og spyrja hvort að íslenskt atvinnulíf sé of lítið fyrir lífeyrissjóðina. Og hérna tala eiginlega ríki í ríkinu. Þetta eru gigantíska stærðir sem að íslenski lífeyrissjóðirnir eru orðnir og stefna herra bara. Þannig að það eru sérstök tíðindi að lífeyriskerfið er orðið stærra heldur en viðskiptabankakerfið. 160% af vergri landsframleiðslu með við síðustu áramót. Skemmtilegt að segja frá því að hreinni tilviljun, ég var að taka til heima hjá mér í gær og þá rakst ég á fréttabréf frá LSR frá 2003 og þar var sett fram svo spá að lífeyriskerfið myndi ná 150% af landsframleiðslu árið 2040. Já. Nú hefur þetta gerst miklu hraðar heldur en þá var áætlað og þetta leiðir hugan að því hvað mun gerast í framtíðinni. Við vitum það ekki með vissu en það er slíkur gangur í vexti eigna lífeyrissjóða að þetta mun halda áfram mörg ár til, 10-20 ár til viðbót. Og þetta getur haft ýmsar afleiðingar og ekki allar góðar. Ég meina það er til dæmis spurningum áhrif þessa á samkeppni og eignaverð. Hvað svona sérðu fyrir þér? Að hvað leyti er þetta eitthvað sem við eigum mögulega að hafa áhyggjur á og af hverju þurfum við að vera að ræða þetta? Já, það er kannski í fyrsta lagi áhyggjefni að ef að svona stórt kerfi lífeyrissjóða hefur lítinn pott að velja fjárfestingar úr, að þá getur það leitt til aukinnar áhættu. Það er líka þetta áhyggjuefni ef að lífeyrissjóðirnir eru orðnir mjög stórir sem hlutdeild af atvinnulífinu og gleggsta dæmið það er að lífeyrissjóðir eiga og yfir helming af öllum skráðum fyrirtækjum á Íslandi. Að þegar slíkar eru einstæða þá er það sterk áskorun hvernig staðið er að eigandavaldi lífeyrissjóðanna. Hvað meinarðu með því? Það er kannski stærsta spurningin hvort að lífeyrissjóðir beiti sér með virkum hætti sem eigandi eða hvort þeir líti á sig fyrst og fremst sem passífa stofnanafjárfesta og það er erfiðleikum háð hvoru tveggja. Það er að segja þegar þeir eru svona stór þáttur, annars vegar er hættan sú að ef lífeyrissjóðir eru mjög passífir að þá geti aðrir fjárfestar í krafti mjög lítils eignarhalds náð sterkum áhrif langt umfram sinn eignarhlut. En ef þeir eru mjög sterkir þá verður það miklu brýnna að það sé vel staðið að því hvernig að lífeyrissjóðirnir beita sér. Og þá komum við að því sem ég held að sé megin áskorunin á árunum framöndan. Það er stjórnarhættir lífeyrissjóða, hvernig þeir í rauninni halda utanum fjárfestingarstefnu sína, hvernig þeir halda utanum eftirlit með fjárfestingum og síðan hvernig að þeir hafa áhrif á hvernig stjórnarfyrirkomulag í fyrirtækjum landsins er uppbyggt. Við erum með núna nokkuð marga með yfir 20 lífeyrissjóði. Hvernig haga þeir sér núna? Þið náttúrulega fylgist eitthvað lítið með þessu. Er eitthvað stefna í því? Eru þeir allir passífir eða er þetta bara svona hist og her? Þeir eru sem betur fer ekki allir eins og það er þetta mjög mikilvægt þegar þeir eru orðnir svona stórir í sameiningu að þeir vinni ekki sem einn aðili þegar þeir eru búnir að velja sínar fjárfestingar. En margir hverjir, ætli þessi ekki flestir sem að líti á sig sem svona tiltölulega passífa í góðu árferði en séu tilbúnir til að stíga fram og beita áhrifum sínum ef að þeim þykir að það sé virkilega þörf á því. Og við höfum alveg dæmi það frá síðustu árum þar sem að lífeyrissjóðir og jafnvel í sameiningu stíga inn og reyna að hafa áhrif á rekstur skráðra fyrirtækja. Er ykkur fleiri svona eru fleiri svona ógnir sem við sjáum? Er þetta ekki,
Flestir hafa nú nefnt að það sé augljóst að fjárfestingarnir verða að færast að einhverju leyti út fyrir landsteinana. Er það eitthvað sem við komum til með að sjá í meira mæli og er það lífsnauðsynlegt fyrir íslenskan markað? Það mín skoðun að það sé langt mikilvægast að lífeyrissjóðirnir leiti erlendis í auknum mæli. Og við sjáum... Hvaða stærðir eru að tala núna? Við sjáum þróun í þá átt. Nú með við síðustu áramót eru 27% eigna lífeyrissjóðanna í erlendum myntum eða erlendis og það var aukning 3% stig frá fyrra ári. Þannig að það eru 90 milljarðar sem fara þá í aukna fjárfestingu, annarkvort með ávöxtun eða nýfjárfestingu. Og það einhver hreyfing sem skiptir máli og ef þetta heldur áfram með þessum hraða þá gæti við verið komin í svona eðlilegri tölur eftir fáein ár. Það hefur verið í umræðinni hvort þessi tilefni til að breyta núverandi reglum í þá veru að ekki hafa hámark á erlenda fjárfestingu. Nú 50% hámark erlendra fjárfestingar í safni lífeyrissjóða. En sumir vilja telja að það væri heppilegast að það væri einhvers konar lágmark. Já, gólf. Nákvæmlega. Ég kannski pínlítið hræddur við það að við litinu til að það ekki allir lífeyrissjóðir eins. Það til dæmis mjög mismunandi aldursprófíll innan hvers lífeyrissjóðs og það skiptir máli upp á hvers konar áhættu og ávöxtunar sambland lífeyrissjóður vill velja. Það svona skiptir máli að lífeyrissjóður hafi ákveðið svigrúm að þeir rauninni myndi sér fjárfestingarstefnu og stýri sinni áhættu með skynsamlegum hætti. Það hluti af því sem fjármálaeftirlitið til dæmis fylgist með og lífeyrissjóðirnir fylgi eigin stefnu. En ekki að setja alla í einhver einföld box. Já. Hvaða ógnir sjáum við fyrir okkur ef að þessar fjárfestingar færast mikið úr landi? Er þetta krónuvandræði? Er gengið eitthvað sem gæti verið í hættu ef að lífeyrissjóðirnir fara í miklum mæli að flytja fé sitt úr landi? Það nú þannig að við höfum sama tíma áhyggjur af því að lífeyrissjóður færist í auknum mæli til útlanda og að útlendingar fari á miklum mæli til Íslands. Það að sjálfsögðu eðlilegasti hlutur í heimi að innlendir stofnanafjárfestar fjárfesti erlendis og að erlendir fjárfestar á Íslandi. Ég held að sumir sem að greina þessa hluti frá þjóðhagslegu samhengi sé að hugsa þetta svolítið þröngt og úr heildarsamhengi. Vissulega eru ákveðnar áhættur tengdar því að vera með uppgjör sjóðana alla í íslenskum krónum ef að stór hluti ávöxtunarinnar er tengdur erlendri mynt. En ég held að áhyggjur af því séu ýktar. Það hægt að koma þannig fyrirkomulagi á að gengisáhættan minnki þegar að nær dregur lífeyrisaldri að líka miklu líklegra ef við horfum á sögulegu samhengi að þessi staða með erlendum myntum sé lífeyrisþegum í hag heldur en hitt. Krónunar kannski ekki beinleiðis svona glæsileg. Nei. En ef við horfum á markaðinn hérna heima, við erum að sjá, eins og þú segir, erum að sjá töluverð, þeir eru mjög fyrirferðarmiklir. Hvaða aðrir svona fjárfestingarmöguleikar sérðu fyrir þér hér á landi? Erum við að tala um að lífeyrissjóðirnir fara inn í bankana þegar þeir verða settir á markað og er það alveg sjálfsagt? Lífeyrissjóðirnir eru alltaf sterkastir fyrir og hafa verið lengi á skuldabréfamarkaði og svo hlutur hefur minnkað aðeins. Þeir hafa aukið hlut sinn í fasteignalánum, bæði þá beint og óbeint og þeir eru auka hlut sinn í verðbréfasjóðum í þessum hætti. Það er líka hægt að sjá fyrir sér að þeir komi inn í annars konar fjármögnun á opinberum framkvæmdum, svo sem með svona innviða fjárfestingum ýmiss konar og það auðvitað ekki kannski ekki í öllu leyti grundvallar breyting frá því sem nú er. Það að kaupa skuldabréf af ríkinu, að það geti breytt ákveðinni áhættuprófíl þegar lífeyrissjóðirnir tækju það aðeins meiri áhættu af einstökum verkefnum, en þeir fengju þá betri ávöxtun í staðinn. Og það þetta... Hvað er verið að tala um þarna? Að tala um húsnæðisuppbyggingu, jafnvel vegaframkvæmdir eða... Já, ég held að það sé svona langtíma fjárfestingar sem að hafa eitthvað skilgreindan tekjustraum. Það getur verið með veggjöldum, það getur verið með rauninni
bara þjónustu samning við opinbera aðila, hvort sem það eru sveitarfélög eða ríkið. Það eru ýmsir möguleikar þar, en það breytir því ekki að stóra samhenginu að það held ég mikilvægast af öllu að lífeyrissjóðirnir auki hlut sinn í erlendum fjárfestingum. Sko, þú hefur talað aðeins að það sé komin í rauninni bara þörf á meiri umræðu og líklegast bara endurskoðun á kerfinu sem slíku, lagaumhverfinu. Er þetta eitthvað sem við ættum að vera að ræða miklu meira? Já, sko, það má kannski skipta þessi tvennt, af því að sko, annars vegar hefur löggjöf í kringum fjármálamarkað, banka, vátryggingafélög, staklega verið á fleygiferð frá hruni. Já. Og við höfum aðeins að hluta til svona, hvað að segja, tekið inn góða reglur inn í lífeyrissjóðamarkaðinn og við þurfum eiginlega að klára það verkefni. Og þá það stjórnarhættirnir sem kannski mikilvægastir. Því að sko lífeyrissjóður er rauninni bara sambland af banka og tryggingafélagi. Það er rauninni, þú leggur þetta inn sparnað og svo færðu svona ákveðin svona líftryggingar samning einnig. Þannig að þurfum ekki að finna upp hjólið endilega í öllum tildi. En það eru ákveðin líka atriði út af þessu sem við nefndum áðan stærðina sem þarf að skoða. Það vafalaust tekur einhver tíma að skoða það í þaula. Þessi fundur sem að Landssamband lífeyrissjóða stóð fyrir í vikunni, hann var mjög góður að því leytinu til að þarna voru opnað á ýmsar hugmyndir og ég held að það samtal sé í rauninni bara nýhafið og margir þurfa að koma að því. Þetta að mörgu leyti miklu mikilvægara verkefni heldur en til dæmis það sem að unnið í hvítbókarstarfinu varðandi bankakerfið. Lífeyrissjóðirnir eru orðið stærri heldur en bankarnir og þeir eru ennþá í hröðum vexti og ef ekkert verður aðgert þá er engin spurning um það að svarið við spurningunni eru lífeyrissjóðirnir og stórir já. Kæra þakkir fyrir komuna Jón Þór. Eva Marín Hlynsdóttir, lektor í stjórnmálafræði, mætir tíminn eftir örskamma stund.